Þetta er verkefni 18 í D-hlutanum, 18 gervigreind. Ég ætla að fara núna í lið númer 13, það er síðasti liðurinn, og kalla fram efnisyfirlit. Og smellið hér í entermerki fyrir neðan orðið BLS, ekki hér og ekki hér, verið stödd hér. Farið hérna í References og hérna er Table of Contents. Ég ætla að biðja ykkur að velja hérna Custom Table of Contents og ég ætla að velja útlitið formal hérna. Veljið það fyrst hérna formal og nú kalla ég fram allar fyrirsagnirnar og ég vil fá blaðsíðunúmerið, ekki eins og þau verum að kalla fram töflur eða myndir án blaðsíðunúmera. Ég vil hafa blaðsíðunúmerin í efnisyfirlitinu, þannig að nú smelli ég bara hérna á OK og þá koma allar fyrirsagnirnar sem ég var búin að merkja með heading 1 eða heading 2 og blaðsíðunúmerin og fyrsta síðan í skjalinu var númer 3, forsíða númer 1, síðan sem efnisyfirlitið er á númer 2 og svo koll af kolli. Nú ætla ég að fara aðeins í prentskoðun, fara hérna í File og Print og ætla að sjá hérna er forsíðan, hérna er efnisyfirlitið, hérna er fyrsta síðan í skjalinu með blaðsíðunúmeri og næsta síða og heimildaskráin og alls staðar blaðsíðunúmer nema á forsíðunni og efnisyfirlitinu. Þannig að nú er verkefnið bara tilbúið og ég ætla að vista.